Þessi stúlka eða hljómsveit kalla sig Cruella. Ég bara veit ekki hvort þetta söngkona eða hljómsveit. Þetta náttúrulega alltaf var söngkona í hljómsveit. Hvort hún sé soloartist eða ekki, bara veit ég ekki. En lagið heitir það Live og þeir hlusta hér á FM 95 Blö á FM 957. Auðun Blöndal heiti ég og beint á móti mér situr hinn eini sanni Pétur Jóhann Sigfússon. Vertu velkominn, Pétur. Já, þakkaði kærlega fyrir. Góðan og blessaðan daginn. Hvernig ertu þennan miðvikudaginn? Já, bara þakkaði fyrir að spyrja. Mjög góður. Já, það ekki? Jú. Ekki bara allir í fantagýr núna eftir landsleikinn? Já, þetta var góður leikur í gerð. Já, þetta var æðislegt. Já, þú veist, við unnum og já, strákandi eru bara góðir í gerð. Mjög góðir. Já. Við erum loksins konum með landslið, bara líka landslið sem að spila boltanum og allir afslappaðir og góðir. Já. Þannig að þetta var bara stórgóðslegt. Bara þið besta mál. Það er gaman að þessu. Fórstu á leikinn? Nei. Horfðu á hann bara í sjónvarpinu? Sáum bara í sjónvarpinu, sko. Já. Já, ég meina, þá maður inni. Já, það var ekkert svo kalt í gerð, það var fínt. Ekki? Nei, fínasta viður. Það er alltaf lít í stúkunni, hvort þér. Já, er það? Já, minnst það. Þú sérst varst þarna? Já, við Sveppi vorum hana. Hvað er það? Sveppi var með þess að bara á peysunni. Glemdi reyndar úlp. Það var svona sjóð heitt þarna? Nei, það var nú ekki alveg svo lít, en hann náttúrulega eins og selu bara, hún meira aldrei kalt. Já, það er rétt. Þannig að hann hristi það af sér strákurinn. Og var ekki rífandi stemning? Jó, það var náttúrulega góð stemning á vellinum í gerð. Það var gaman að vera. Já, mjög gaman. Þú er ekki vilja að missa þessu? Nei, alls ekki. Þú kemur til með að muna þetta alveg þennan dag? Já, veist, langt aftur í. Ekkert þannig, en þetta ég var á vellinum bara gaman á leiknum. Nei, þetta var ekkert eitthvað svona sem fer með þér í gröfuna, sko. Kemur ekki til með að tala um þetta á dánabeðinu? Nei, Ísland-Albania, rólegur. 2013? Já. En frábær sigur, einhverja sigur. Frábær sigur, gott mál. Og óskum við strákunum til hamingju með þennan sigur. Já. Við erum í öðru sætu og þetta er í okkar höndum. Ísland að HM að byrja að syngja í stúkunni í gær og það væri nú ekki dónulegt að fara til Ríó maður. Ríó de Janeiro. Er það ekki hæpið? Það er hæpið en það er sens. Það er alltaf gaman þegar það er von allavega og tveir leikir eftir. Sko, ok, nú verður að útskýra fyrir leikmann. Já. Við erum í öðru sæti. Já. Í einhverjum riðli. Mikið rétt. Ef við erum bara áfram í öðru sæti. Já. Skilur þegar að þanga til að þessi riðli búinn eða hvað þetta er. Já, þá spilum við eitthvað lið sem lendir í öðru sæti í einhverjum öðrum riðli. Það er þetta svokallað umspil. Já, og þá spila á þeirra heimaðalli og okkar og liði sem að vinnu það fyrir á HM. Þannig að við þurfum bara að spilja einn leik. Tvo leiki í umspili. Já, bara við eina þjóð. Ok. Tvo leiki, einn á heimaðalli og einn á útivelli. Þannig að þetta er alveg hvaða þjóðir koma til greina í umspili? Það er ekki komað á hreint en eins og staðan er núna getur við fengið Dani, Svíja, Frakka. Það eru þarna einhverjar nokkra þjóðir Dani, Svíja, Frakka. Já, Úkraína, England. Það er allt eitthvað sem við getum gleymt. Nei, með þessu hugafari. Hvaða hugafari? Svona negative nell, ég hlusti ekki á þetta. Hvað meinarðu, ég negative nell? Ég har ekki eins og ég sé leikmaður í þessu lið. Við erum alveg unnið Dani og Svíja, hættu þessu, ef við getum unnið Noreg. Ok, gott mál. Já, en við erum með topp þáttandi ykkur í dag. Sorry maður, þetta er rétt hjá þér. Ég ætla ekki að vera svona neikvæður. Nei, enga neikvæðni hér. Við erum með, eðal þáttandi ykkur, kæru hlustendur. Ég ætla að fara fram og ná í glaða, Pétur. Hvað er glaðið, Pétur? Ég held ég hafi glemt honum með það frammi. Ætla að ná í hann? Ég ætla að ná í hann, býta hann. Ég ætla að segja hlustendum á meðan hvað erum að fara í. Hann er actually farin framann Pétur, hann er að sækja glaða Pétur. En við erum með sturlaða staðrindir á sínu stað, brandarakeppnin. Pétur Jóhann Sigfússon ætlar að hringja í bændur og eftir, sem sagt dagskrárliðurinn þar sem hann æsist kynferðislega við bókaldsþjónustur. Það er búið að breyta því í bændur í dag, þannig að það verður eitthvað veistla. Ertu komin að þau? Blessaður félagi. Jæja, hvernig ertu? Ég er góður. Ertu að fara yfir þáttinn? Ég er að fara yfir hann. Hann er stútfullur að gæðastöffi. Gæðastöff er ég að segja við kæra hlustandi. Kitty Balda mæti líka og... Kitty Balda. Nýr Kitty Balda, þannig að þetta verður veistla í dag. Glaði maðurinn. Herðu, glaði Pétur er kominn. Já, glaði Pétur er kominn. Já, glaði Pétur, sagði ég. Já, nei, en við erum með dagskrárliðinn glaði maðurinn. Já, glaði maðurinn, hann er á eftir. Og hann ætlar ekki í bónda núna. Já. Ég hlakka persónulega mjög til. Já, ég mæli eindreið með menn tjekki á því. Já, þetta verður eðall hjá okkur í dag. Ég get lofað ykkur því, kæru hlustendur. Þessu fléttum við saman með geða músík. Já, og byrjum á einu flottasta lagin á stöðin í dag. My friends and I, we've cracked the code. Mjög flott lag hér á ferð. Við Pétur Jóhann með ykkur til 6 í dag í fantagýr. Hann er búinn að ná í jákaða Pétur. En það er komið, hann reyndar hoppa hérna fram í síman. Það er eitthvað vesen á pjúsa í dag. Þannig kemur hann, vilt þú kannski kynna inn að þessi komið að slúrið eða?
Já, kæru hlustendur, þið eru heppin í dag. Það er komið að þessum daglega dagskrálið hér sem, ég veit fyrir víst að margir bíða eftir í ofvæni. Heldur að fólk sé að bíða eftir slúrunu? Já. Ok. Nú ert þú búin að svolítið eðalega það. Þú ert búin að segja slúru og... Já. Þannig að, kæru hlustendur, við skulum bara taka vel á móti slúðurkongi FM 95 Blöð. Það er Auðun Blöndal sjálfur, gefur honum gott hljóð og hérna rými. Takk fyrir það, Prins Pétur. Ég ætla að byrja slúðrið á Simon Cowell, en hann var í viðtali á Ellen DeGeneres daginn og var að ræða þar X-Factor sem er að byrja mitt á stöð 3 á morgun. Já. Og byrjaði í Bandaríkjunum. Þar barst hún Britney Spears í tal. Og ég viðurkenndi Simon Cowell að henni hefði bara liðið illa í þáttunum, Britney Spears. Já, fannst á sínum tíma, hún er hætt. Já, hún er hætt, sem betur fyrir því að hún var eins og köttur að sko. Það? Já, þetta var alls skelf. Já, bara, það fengi meira upp úr ketti held ég. Já, hún sagði ekkert og hún var bara eins og velmenni, svona meira kannski. Já. Og nú er Simon Cowell búin að viðurkenna það í viðtali við Ellen DeGeneres að Britney Spears, henni leið illa í þáttunum og það var engin glæta að hann myndi reyna að fá hann aftur í þessa seríu. Akkur er leiðinni svona illa? Já, bara óþægilegt að vera að dæma eitthvað annað fólk og eitthvað. Já, og bara, eins og stendur hérna, she was very uncomfortable. Bara leið illa. Og þannig að hún er ekki með í X-Factor núna, í Bandaríkjunum. Það er bara... En þau sitja dómnefnd Simon Cowell, Demi Lovato sem var í fyrra líka, Kelly Rowland og Paulino Rubio. Ég veit ekki hver það er. Nei, það verður spennandi að sjá þannig einstakling. Já, ég horfi reyndar alltaf á þetta. Þannig ég áttur að segja, já, ég er svona X-Factor lúði, horfi alltaf á þetta. Svo er það, meira slúður, ég ætla að segja ykkur hér, veistu hver Kirsten Stewart er? Kirsten Stewart. Pían hérna dökkara sem að leik í Twilight. Og var með honum hérna Robert Pattinson. Ég veit ekki. Ég átta mig ekki á þessu. Út svo gammal. En það er ung og efnileg leikona. Já. Sem að héldi mitt fram hjá honum hérna... Jimmy Stewart? Nei, hérna honum Pattinson hérna, Robert Pattinson. Já. Og það var prins núna sem að var að... Prins Valiant? Nei. Tónlistamæður prins. Það var einhver prins frá Arabíu. Já. Sem að ég borgaði hvorki meira en ég minna, heldur $500,000 eða 65 milljónir fyrir að spjalla við hann í 15 mínútur. Og hún gaf þessa 65 milljónir í góðgerðamál, en hann sem sagt borgaði 65 milljónir fyrir að spjalla við hana í korter. Hvorki meira en ég minna. Þessi prins frá Arabíu. Mér finnst það bara mjög gott hjá honum. Þú veist, he's got the monies. Já, no tiff. Hann langar að spjalla við þessa gælu. Já. Bara, mér langar í korter með henni. Já. Ég hef tilbúin að borga, bara hverju maður borga og hvað vil ég mikið. Já, og það var eitthvað sem að fóð með það til henni og sagði, herru, það er hérna Arabi sem að... Arabísku prins. Arabísku prins sem vil borga $500,000 fyrir að spjalla við í korter. Og hún lét að renna í gott málum, nefnum að gefa henni það. Já, þannig að þetta er vinn-vinn díl allar áttir. Já. Fram og tilbaka og út og inn. Getur þú ekki bara að selja korter með þér og gefa það í gott málumni? Fullt af góðum álunum sem þarf að styrkja hérna í Íslandi. Hvað myndir þú rukka? Hvað kostar korter með Pétur Jóhanni? Með hvað ég safnaði geðveikt mikið þegar ég hljópaði hérna 21 kilometer. Hvað safnaði þau? Ég man ekki. Það hefði ekki verið 15 skall. 15.000? Nei, þú veist, það var eitthvað með að við hérna Junguna Geirdal og eitthvað svona kallað. Já, það var meira milljón sko. Hvað náður þú? 15? Hvað? Bara mamma henni? Nei, það var eitthvað. Þetta var, nei, ok, ég er að gera lítið. Það var eitthvað 70.000 eða eitthvað. Já, ok, strax skara. Heyrðu, en býtu, með það, á stóriðast með nokkur einstu maður sé að fara að borga eitthvað fyrir korter með mér. Ég skal borga fyrir korter með þér. Nú, hvað mikið? Það fyrir eftir hvað málefni er og svona. Hvað rugl er það? Ég stendi það á mótiði núna. Ekki borgað með krónu. Svo er það, í lokin, Tom Hanks, hann situr í kviðdóm þessa dagana. Eða jury duty, eins og að kallast í Bandaríkjunum. Já, hann er undirbúið sig fyrir mynd. Nei, það er bara, hann var draftað. Þú færði engum það ráðið hvort þú farið í kviðdóm eða ekki, þú ert í Bandaríkjunum. Þú vorst bara að sinna skildiðinum. Nei. Og Tom Hanks, það er, hversu steikti það? Það stendur nú ekkert hérna hvað er verið að dæma um. En það er mjög grilla. Það var bannað að segja nei. Vera glæpamaður, já, og bara Tom Hanks í kviðdómum. Það er ógeðslega spesmaður. Já, þannig að þetta er ekki fyrir neitt hlutverk neitt. Þannig bara þarf að sinna sínum skildum eins og aðrir þegnar. En ég hef oft veltið fyrir mig þegar ég að horfa á svona dómaraþætti og bíómyndir og allt þetta í Bandaríkjunum. Það er alltaf svona ladies and gentlemen of the jury. Já. Akkur er aldrei bíómynd the jury. Það var bíómynd sem The Juror. The Juror.
Já, var það ekki með Demi Moore eða eitthvað? Þetta, svona kviðdóma? Já, bara hann var í kviðdóm. Nei, ég vissi ekki hann. Ekkert var í hana. Hæ? Það er ekkert var í hana, þannig að sleppi. Ég ætla að horfa á hann og ég ætla Já, nei, The Juror, var það Johnny Depp kannski? Ég manna ekki. Þetta hefur ekki verið gæðamynd. Nei, ég lofa því, þetta er mynd sem heitir... Kviðdómandinn. Þetta er mynd sem heitir... Kvikmyndin Kviðdómandinn er komin í bíó. Þú vilt sjá hana? Já, ég verður til að sjá hana. Hérna er það, The Juror, já þetta var rétt hjá henni, Demi Moore í henni, Alec Baldwin og eitthvað. Nú hvað er þetta? Þetta er toppleikarar. Toppleikarar í lélegri mynd, hún fær 15% Rotten Tomatoes, þannig ekki kíkja á hana. Það er hins vegar komið að auglýsingum og svo er það Kiddi Balda, graðimaðurinn, eins og við köllum dagskáliðin, þar sem að Pétur Jón Sigfússon, hann var vanur að hringja í bókaldþjónustur, en ætlar að hringja annað í dag, hann ætlar að hringja í bónda. Já. Það ekki? Já. Börn kynnir í samstarfi við gamla kaupfélagið á Akranesi Stuðlagaball í fyrsta skipti á Skaganum. Sérstakir gestir eru Heiðar Austmann og Rikki G. Taktu laugardagskvöldið 14. september frá Are you ready, Akraness? Sverrir Bergmann og Halldór Gunnar halda uppi stemmingunni á Hóm Austurstræti 50-dagskvöld í boði Karlsberg. 50% afsláttur í púl til klukkan 8. Biljardbarinn Faxafinni. Tabata. Sporthúsið. Við lærum af þér. G2. Stöð 3, Krakkarásinn og tónlist.is fyrir aðeins 2.990 krónur á mánuði. Tryggðu þér áskrift á stöð3.is og þú far fyrsta mánuðin frítt með. Smelltu þér á stöð3.is og kynntu þér málið. Hjá Múla er kostnaðurinn alltaf sýnilegur. Ást, friður og Múla. Múla.is. Peningar á mannamáli. Black Death Beer kynnir Tattoo Expo 2013 á Hótel Sögu 13. til 15. september. Yfir 50 artistar, tattoo, tónlist og freak show. Miðar seldir á staðnum. Gamestöðin verður með kvöldaopnun vegna útgáfu GTA 5 á PS3 og Xbox 360. Í tilefni af útgáfu leiksins verður andir í kringlunar fyrir framann Gamestöðina breytt í skemmtistað. Gamestöðin ætlar að bjóða upp á brjálað hljóðkerfi og muni þeir Erpur og MC Gauti sjá að skemmta. Boðið verður upp á veitingar og annað óvænt. Enjoy them hoes, homie. Yeah, whatever. Þeir sem forpanta leikinn hjá Gamestöðinni eiga möguleika að fá leikinn endurgreiddan en alltaf 10 manns fá ókeypis leik. Leikurinn er stranglega bannaður innan 18 ára. Fjörið byrjar mánudaginn 16. september klukkan 8. FM 957 og Gamestöðin kringlunni. FM 95 blöð. Virka daga milli 4 og 6 á FM 957. Vantar þig hágæða fæðubótaefni? Kíktu inn á perform.is. Frí heimsending all land. Perform.is. Fáðu Spotify Premium í símann þinn með snjallbakka. Til að hlusta á FM 95 blöð á FM 957. Sitjum hér ég og Pétur Jóhann Sigfússon í Fantagýr. Nóg að vera í dag og það eru 2 keppnir, það er bæði karaoke og brandarakeppni í dag maður. Já, við ætlum að taka bara báðar. Já, við höfum ekki tekið karaoke heil lengi, þannig að við ætlum að henda í karaoke-keppni í dag. Já. En viltu fá hlustendur til að velja lögin eða við að velja lögin sjálfur rættir það? Sko, já, ég var með eitthvað lag í... Hvað segir þið? Viltu að fólk ringi bara í 511-0957 eða viltu velja sjálfur? Ég væri til í að fá bæði. Bæði, ok. Nei, sem sagt, sko, ég var með einhverja hugsun. Einhverja pælingu var hann til að, svona, þú veist. Hvaða pælingu erst þú með? Ég ætla ekki að segja það. I got my game face on. Er það Lindó, þannig að... Heyrðu, nei, þú veist, ég var bara með eitthvað svona, mér langaði allt í hennu að taka Tom Jones eitthvað. Sex Bomb? Nei, var ég búinn að því? Nei, hefur þú tekið Sex Bomb með Tom Jones það? Ég maður ekki. Allt í núna þegar þú sagði þér, mér langaði reyndar að taka annað með Tom Jones. Já, ég meina, þú mátt taka það svona vilt, en ég var að spája að fá kannski einhverja svona nokkra hugmyndir á hlustendum. Já, ég líka. Þú mátt opna þetta fyrir síman 511-0957 ef að þið eru með einhverja góða hugmynd að karaoke-lagi fyrir okkur hér eftir FM. Já, góðan daginn. Já, góðan daginn. Hvað heitir þú? Herðu, ég var að spája hvort að Öddi myndi ekki vilja syngja hérna I Can't Get No Satisfaction. Já,
herru, I can't get no Series 6, það aldrei verið sungið. Ég held að hann myndi toppa það. We can't get no! Herru, við sittum það hérna. Þetta er hugmynd. Já, þetta er hugmynd, takk hérlega þetta. Góð hugmynd, takk. Ok, Satisfaction, það ágætis pæling, við skulum tekka á 3-4 viðbót. Hvað verður þú til að heyra í karaoke? The Summer of 69. The Summer of 69, Bryan Adams. Það er eitthvað fyrir þig, Pétur. Nei. Þú áttir eitt sumar sem varst alltaf í 69. Heyrðu. Takk hérlega fyrir að ringja. Ekkert svona, kallinn minn. Hei. Já, takk fyrir að ringja, takk fyrir. Ég var ekki að tala við þig. Ég var að tala við þig, Guðun. Hvað? Þegar þú sagði, þetta er það sem hún sagðir. Þetta er ekki rétt. Sumar 69? Já, ég hef átt eitt sumar þar sem ég var alltaf í 69. Nei, ég sagði það var eitt sumar sem þú varst 69. FM, góðan daginn. Já, heyrðu, ég væri alveg til að heyra eitthvað taka Best Song Ever með One Direction. Best Song Ever? Já, hvernig væri að þú myndir taka One Direction aftur? Þú ert náttúrulega svo helviti góður að syngja One Direction lög. Það er alveg rétt í þér. Best Song Ever með One Direction, ég bara kann það ekki. It's the best song in the world. Nei, það er ekki það, Pétur. No. Takk fyrir þetta, við skoðum það. It's the best song. Bæm. Fáum einni viðbót, FM, góð daginn. Já, góðan daginn. Já, blessaður. Blessaður. Herðu, Já. getur ekki hent hérna í As Long As You Love Me? As Long As You Love Me með Justin Bieber. As Long As You Love Me. Já. Justin Bieber? As Long As You... Hvern myndur þú vilja heyra að syngja það? Ég myndi vilja heyra hérna Auður Blöndal. Auður Blöndal? Ég vilja heyra hann syngja. Justin Bieber, As Long As You Love Me. Það er aldrei vitanum við takja það bara. Þetta er As pressa. Long As You Love Me. Þetta er pressa á þig. Já, því lík pressa. Takk hérlega fyrir þetta. Auðun er góður að syngja með Justin Bieber. Já, ég held að það sé rétt hjá okkur. Það er nettur Bieber í blöð. Takk hérlega fyrir þetta. Gott mál. Ok, þá er þetta komið. Við erum búin að velja að þú ert að spæta Tom Jones og segja mér það, ég tæki bara Justin Bieber eftir. Já. Svo líka brandrakeppnin, en hér eftir... Ég er ekkert búin að ákveða það að taka Tom Jones. Nei, en það er líklegt. Svo komu þarna lög líka tillögurinn, ég á eftir að skoða það. Skoðum þetta allt saman, við ætlum að fara hér í, Dear Darling og svo er það Kitty Balda. Kannski tekið bara Cure. Hann ætlar að fara að kaupa nýja auglýsingu. Boys don't cry. 95 blöð, en það er komið á dagskrárlið sem að, er í uppáldi hjá Pétri Jóhanni. Ég næ nú að plata hann í nánast allt saman og það er einn einstaklingur sem hann vil fá hér í þættinum og hann kallar sig Kitty Balda og hann náða til að hringja og panta svona skrítnar auglýsingar í blöðum og annað og ég er að spá í Pétur núna að láta hann hringja bara á Sauðárkrók. Kitta, hvernig líst þér á hann? Mér líst vel á það. Ekki? Já. Þetta er, ok, fyrst að ég tek Kitty Balda fyrir þig, þá tekur þú eftir fyrir mér raskjaran og eitthvað. Ég skal gera hvað sem er fyrir þig, Auðun Blöndal, hvað sem er. Það farið valega með það. Nei, jálfur, ég segi það og skrifa. Ok, I'm on national radio. Ég er að tala bara í útvarpið núna. Ok. Ég er að segja það við þig. Ég er tilbúin að gera hvað sem er. Þá bara ætla ég að nýta með það hérna eftir. Bæði raskjaran og graðmaðurinn hjá þér þá. Og ég ekki að ringja og taka Kitta. Og ég banta ykkur auglýsingu. Já. Ok, ég ætla að ringja hérna norður á Sauðárkrók. Sem er, ekki bara fallegu bær, heldur besti bær landsins. Það er ekkert flóknar af það. Tökum á þessu. Nýbrendur? Já, góðan daginn. Góðan dag. Ég ætlaði að aðtóa hérna með svona smá auglýsingar hér. Já. Já, hvað kostar að setja svona í... 1500 í sjónhornið. Já, í sjónhornið. Já. Það er hérna sem að fer í öll húsið, eða ekki? Jú. Jú. Já, ég ætla, er eitthvað svona rammi, hvað hún má vera löng, eða? Já, það er 24 orð, 24-25 orð. Ok. Og vestlaði þetta bara hjá þér, eða? Já, en sendur okkur tölvupóst á netinu, eða hvernig þú vilt hafa þetta, sko? Já, hún er bara biluð hjá með tölvan. Já, ok. Og get ég bara vestlaði þetta hjá þér þá? Já. Ok. Herðu? Já. Það er sem sagt, er ekki svona feitletra þá svona í byrjun eða? Jú. Já, þá bara höfum bara í byrjun, ertu til í gott flip? Já. Einmanna karlmaður á toppaldri er að leita að þér til í allt. Já. Nei, er það ekki svolítið, nei, ekki til í allt kannski. Já, því að þá er ég að, maður sjá, er ævintýragjarn. Já. Er ævintýragjarn graður og opinn? Hvernig hljóma það?
Er það nú ekki kannski svolítið langt gengið? Með ævintýragjarn? Nei. Já, jú, sleppum að ég sé opinn. Bara ævintýragjarn og graður. Finnst það ekki svolítið langt gengið? Að sleppa því? Já. Já, sleppi því þá. Þannig að þetta sé ekki... Hvað er ég þá með núna? Þú veist bara, það er bara komið að ævintýragjarn. Já, hvernig var áttur opnuninn hjá mér? Ertu til í gott flip? Já. Einmanna karlmaður á topp aldrei að leita þér, ævintýragjarn. Opinn? Og opinn fyrir flestu bara, eða eitthvað leys. Og opinn, já. Já, ævintýragjarn opinn og ekki feiminn. Ok. Er búin að vera mikið einn. Býtum við, og þetta eftir 5 áruf. Já, þetta er svona stutt. Hvernig kem ég þessu þá frá mér? Já. Svona okkar á milli er ég að leita að bólfélaga. Já. Það hlýtur einhverju að vera búin að finna það út sem lesa þetta. En Hefur ekki hendi í graður? Nei, ég held ekki það. Nei. En viltu ekki bara fá upplýsingar eða, þú veist, hver veitir upplýsingar eða hringdu síma eða hvernig viltu hafa það? Jú, bara... Áhuga samar, er ekki bara svo leis? Jú, þannig ég sé bara að fá konur. Já, áhuga samar. Við meðum ekki, ég má ekki segja graðar. Nei. Áhuga samar og opnar konur. Er það ekki? Ég myndi bara áhuga samar. Kona sem er opinn, hún er til, eða ekki? Ég veit það ekki. Er það ekki svolítið svona eitthvað? Opinn og gröð? Í hvað er alltaf ná ég? Er það í síma eitthvað? Bæði síma og tölvupóst. Já. Tölvupósturinn er sem sagt meðangránítharðan@gmail.com. Það er bara allt enski stafir. Já. @gmail.com, já. Og svo er ég bara í 868-9905. 9905? Já. Hvernig hljómar þetta það núna hjá okkur? Bara, ertu til í gott flip? Einmanna karlmaður topp aldrei að leita þér, ævintýragjarn opinn og ekki feiminn, áhuga samar, það er samband í síma eða tölvupóst og svo kemur síminn, eða síma, í síma 868-9905. Já, það er samt betra því ég er að vinna svolítið á daginn, þannig er betra kannski bara með póstinn, en alltaf að hafa númerið líka. Já, og svo kemur bara netfangið með MEDHANN, granítharðan, það er það ekki? Jú. @gmail.com, já. Leysilegt. Ok, þá er það komið, hvernig ætlar að greiða þetta? Hvernig borgar maður? Ég þarf að kenna hérna. Á ég ekki bara að senda úr tölvupóstinu mínum? Hver er pósturinn hjá ykkur? Já, og bara, það er þannig bara kennitölu og svo að þetta símgreiðsla og bara vísa eða eitthvað svo leiðis. Eða viltu fá senda hann? Já, ég skal bara, get ég senda ykkur tölvupóst og bara fengi upplýsingarnar? Er það ekki gott? Já, bara sjónhaldnarnýprent.is. Ok. En býttu var ekki tölva þegar það beilu það? Jú, bara hérna í vinnunni, svo fer ég heim. Já, þú heitir? Ólafur. Herðu, allavega auðlýsingin kemur ekki nema að þú ert búinn að senda eitthvað. Ok, ég sendi. Allt í fínu. Takk hjá. Var þetta eitthvað? Er það grínað? Ég er bara... Ég er orðin eitthvað feimið við Gilla-Balda. Nei, þetta er bara... Hann fekk svo fá orð þetta líka. Já, það var reyndar svolítið erfitt. Já, hann reyndi alltaf á auðlýsingu, þetta var í mínum heim og bæ. Ég er nú að ringja og láta alveg vita. Þetta var Kitty Balda, svo sagði ég ekki svona Kitty Balda, nú spyrir hvað ég heiti. Nei. Jæja. Skiptir engum máli. FM 957 kynnir. Nú er sumarið að baki og að því tilefni ætlar FM 957 í skemmtilegt Instagram haustaátak með hlustendum sínum. Málið er einfalt. Þú tekur mynd af þér í ræktinni og hashtaggar hana með haust í haust. Alla virkadaga næstu 2 vikurnar munum við draga út myndir mertar haust í haust og gefa hlustendum gjafir frá samstarfsaðilum FM 957. Þú getur unnið Subway máltíðir, Reebok íþróttafatnað frá G&P Faxafenni, heilan mánuð í fjarþjálfun frá fjarþjálfun.is, gjafakort frá fiskversluninni Hafinu, Hlíðasmára og Spönginni og fæðubótaefni frá sportlíf.is í Glæsibæ eða Holtakörnum. FM 957, haust í haust. Upplifðu dansgleðina að Hættis og You Think You Can Dance með Cameron Bink. Fjöldi sjóðheitra námskeiða í boði, danskeppni og glæsileg jólasýning í Hörpu. Tryggðu þér pláss á danscenter.is. Dansgleði með Danscenter og Stöð 2. Sverrir Bergmann og Halldór Gunnar halda uppi stemmingunni á Home Austurstræti 50-dagskvöld í boði Karlsberg. Body Pump, sporthúsið. Við
lærum af þér. G2. 15 krónu afsláttur á afmælisdeginum þínum. Dælulykill Atlantsolíu. Grípa skal gæs meðan gefst. Betsson.com. Þú ert að hlusta á FM 95 Blö. Á FM 957. Gauti og Pétur Jóhann í FM 95 Blö. Frábært lag hér á ferðinni með hljómsveitinni The Big Lunch Time, Dinner Time og þið eru með stilt hér á FM 95 Blö, Pétur Jóhann Sigfússon og Blöndal. Fyrir ykkur 6 í dag, hvaðan að sætliti. En já, okkur getur sett hann á báði, við ætlum að skella okkur í Crazy and Fame Facts eða styrla staðreyndir á íslensku. Ötti, Blö, ert ekki með 10 stykki styrla staðreyndir fyrir okkur? Já, það rétt, hvað sagður þessi, fyrstulega þetta ekki hljómsveit, þetta kona bara, Lana Del Rey. Já. Hvað sagður að hljómsveitin hindi? Það var ekki. Lunch and the Dinner Time. Já, Lunch and the Dinner Time. Hljómsveitin Lunch and the Dinner Time. Ég man ekki hvað þetta heitir. Það er þetta rosalega nafn á hljómsveit. Lunch in the Dinner Time. Það er komið að stjórnlega staðrendum. Og mikið óðbóðslega ánægði með svo opnun hér. Ég bara... Já, þú vildi hressa. Já, ég vildi. Þú ert búin að ná að hressa ekki bara mig heldur alla hlustendur við þarna. En hefði ég ætla að gera þetta öðruvísi? Já. Æ, nota þessa hérna rödd. Komið þér sæl og velkomin að viðtækjanum. Það er Pétur Jóhann Sigfússon sem helsar ykkur hér á þessu undurfara miðvikudegi. Lók til að byrja á því að dreifa niður í bréf sem þættinum barst frá diggum hlustanda Lungum Þóri. Komið þér sæl, kæri Pétur. Ég hlusta alltaf á þáttinn. Þetta er frábær. Nei, þetta er ekki rólegur rómur. Þetta er eitthvað allt annað. Já, við hefum að fara í sturlaðar. Förum í sturlaðar. Förum í sturlaðarstaðarendir. Ég ætla að byrja hér á fyrstu. Eru þið tilbúinir hlustendur? Vonandi eru þið það. Ég er tilbúin. Ég er tilbúin líka. Já, heyrðu. Við skulum bara byrja þetta. Getur þú byrjað á meðan að ég fer í honum fötu? Nei. Nei, ég er fíbla gangur í kallum. Svona er ég, maður. Ég er alltaf eitthvað að fíbla. Þetta er spéffuglinn og spauganum Pétur Jóhann Sigfússon hérna. Þetta var svo lélegt maður. Hæ? Þetta er lélegt? Þetta er tilbúin. Þetta var algjörlega frá því af toppi höfðus míns. Hér kemur fyrsta. Það rignir demöntum á Neptúnus og Úranus. Þannig að þú getur komið þangað og að byrja að rigna. Á, ertu ríkur maður. Á Neptúnus og Úranus? Já, það rignir demöntum. Það er rosalegt maður. Á, næs. Störu til staðrend. Við höfum aldrei komið þangað, eða þú veist, við, mannkynið. Við höfum flogið þangað. Hef ég? Hefur við, mannkynið flogið til þú? Ég hef aldrei flogið á Neptúnus eða Úranus. Vá, maður. En ef þú væri miljardamæringur, myndur þú þá ekki vera einn af þeim sem væri búin að kaupa þig miða með? Jó, pottet, for the game. Já, búin að hringja í hann hérna... Virgin Airlines hérna. Branson. Já, Richard Branson. Já, ég væri alveg til að fara í geiminn, að fara út í geim. Þú myndir gera það? Já, en þú, myndir ekki hjólið það? Nei, ég er svo loftrættur. Það reyndar. Nei, það er allt öðru síðan. Ég er ekki loftrættur í flugvél eða neina svona drasli. Nei, og hvað þá geimfari? Já, ég er ekki loftrættur. En ef ég lappa upp í bara tröppur til að skipta peru, þá er ég alveg bara að titra hjá öllu. Já, þú ert eiginlega alltaf hrættur. Hvað mennur? Alltaf hrættur punktur bara? Já, í lífunu? Þú ert svolítið hrættur. Hvað mennur? Vaknaði hrættur bara og skítrættur út í bíl og keiri skítrættur minni vinnu? Nei. Þú ert svona loftrættur og hrættur við að meiða og svona? Nei, ég er ekki hrættur við að meiða mig. Hvað vitleysir þetta er? Er þið tilbúin til næstu? Já. Nei, býtu, ég vil ræða þannig, nei. Já, ég er að veit úr þetta fíblast. Ég sé það á svipnum. Já, þú ert ekki hrættur. Ég er ekki hrættur við neitt. Nei, þú hræðist ekkert. Lestu næstu hlungur. Þegar það 2 humrar rífast, þá míga er framan í hvern annan. Nei. Jú, þannig rífastu humrar. Þetta er rugglut, þú bjóst þessa til. Ég sverða. Ég verð að 2 humrar rífast, þetta er eitthvað steikt. Já, þetta er grillað, þetta er bara styrlu starrið. Hvað er humar farið eitthvað? Heldur þess að búa þetta til? Hvað heldur ekki? Ég meina, humar er ekkert að spjalla, ég meina, hvernig getur hann farið í fíl ef þeir eru að rífast? Þá pissa þér framan í hvern annan. Þetta er bara, ég get svo svarað, þetta er bara styrlu starrið, ég er ekki búið þetta til. Eru drullari burt maður, ég var með þetta hérna. Hvað mennur? Ég er með þetta svæðið maður. Við byrjum slaka á, erum við ekki bara humrar hérna? Er þetta drullur það? Ég mýg bara yfir þið og drullar ekki burt maður. Já, svona er þetta það. Þetta er magnaðu fjandinn maður. Svona hér, Volkswagen á, fyrirtæki Volkswagen, þeir eiga Porsche, Audi, Bentley, Bugatti og Lamborghini. Ekki Skoda? Jú, Skoda, ég bara tók hana, ég var að tala um svona flott bílamerki, sko. Já, Volkswagen á þetta allt saman. Já, ég vissi það ekki, ég vissi ekki að það er eftir Porsche og Bugatti og Lamborghini og þetta allt. Þeir eiga nánast allt nema Ferrari. Það er rétt verið. Nú, svo er ég næsta. En þeir eiga ekki Mercedes-Benz.
Nei, og Benz náttúrulega, það rétt hér. Ekki BMF. Það fara, já, BMF, rétt hér. Okay. Það fara 500 miljón myndir inn á Facebook daglega. 500 miljón myndir inn á Facebook daglega? Já. Vá. Já, það er ekki smá fjöldi maður. Þeir eru örugglega með 2-3 menn í vinnu við að Facebook. Já. Sjáum þetta. Hugsaði. Þetta er rosalega mikið. Miklu meira en ég held. Já, svona er þetta. Já, það er allir að, þú ert ekkert í... Hvað sagði þetta að vera mikið? 500 miljón. 500 miljónir myndir? Já, á dag. Á. Já. Þú ert ekkert í því að posta myndum að sjálfum þér á netinu? Nei, ekki mikið. Svo er tungurnar í kameljónum eru 2 sinnum lengri heldur en búkurna. Aha. Já. Þetta er rosalegt. Svaða tunga maður. Já. Spáði að þú er með tungu sem væri, þú ert nefnilega ekki stór en þú væri með tungu sem er 2 sinnum lengri en búkurinn maður. Það væri gaman. Getur leikir eitthvað með hana maður. Já, þetta er maður kallið næri. Á er maður komin í, á er ég bara líklega í heimsmetabók Guinness eitthvað. Já, þú væri það bótið. Já, með tunguna þeirna. Já. Svo er það Linda Wolf. Ég er í Ísland í dag bara hverju kvöldi. Kastljósinu og líka bara. Hann er mættur aftur hann Pétur Jóhann með tunguna sína. Hversu lengi er hún? Maður sjá. Heldur þú eru ríkur að þið? Nei. Já, örugglega. Hver er að borga fyrir það að sjá? Ef ég verið með tungu sem væri 2-fald úr búkurinn á mér. Já, þú væri bara að ferðast með einhverju sirkus. Já. Já, hvað heldur að menn sem er í sirkus, heldur þessu ríkir eða? Það er bara peningur í vasangallin. Já, það er málið. Já. Ok. Ég heldur þú það... Já, ég ætla ekki eins og að fara þangað. Svo myndur þú reyna kannski að leikja auglýsingum og svona? Bíómyndum. Já, bíómyndum. Ég myndi bara fá hlutverk í bíómyndum, bara fyrir að vera með þessa tungu. Já, getur verið í X-Men allavega, það vantar alltaf eitthvað svona frík. Já, ég var að tala um öðru sér bíómyndir, en skiptir ekki máli. Ég var að tala um allt aðra típu af bíómyndum. Já, það er peningur í því líka. Já, ég myndi. Það er næsta Linda Wolf gifti sig The Tongue Man gifti sig 23 sinnum. Hver? Linda Wolf. Það er bara svo kona sem hefur gift sig oftast. Já, hún er ekki þekkt. Það er bara Linda Wolf er búin að gifta sig 23 sinni. 23 sinni? Já, sem er það mesta. Mesta í heimi? Já. Nei. Það verður ekki gift svo oft þannig 23 sinni. Það verður nú gaman að bara einbytta sér að toppa það. Já. Bara standið því að vera að gifta sig. Ég held að það verður gáleira, ég las um ykkur konu sem ætla að sofa ég á 100.000 mönnum. Já, ég held að verður gáleira hjá henni að setja sér þetta markmið. Það er að gifta sig sem 23 giftingar. Hvað hérna, þú er aldrei giftið betur eða? Nei, ógiftur enn. Ógiftur, ok. Það gæti nú verið að maður hlaða í eina hana. Hlaði í eina giftingu? Já. Verður mér ekki búið? Búið? Þú eru veislustjóri ekki. Það er ekki ég. Nei, ég veit ekki. Ég var sem að gefa þig frí þetta kvöld. Það var eitthvað ekkert verra að vera út í sal. Við skulum ekki höldum áfram að sturla staðinn. Nei, drífðu maður. Fiskar geta drukknað. Hvernig? Ég veit það ekki, þetta er bara sturlu staðinn. Fiskar geta drukknað. Þetta er lí. Hættu þessu. Þetta er bullshit. Nei, ég er að segja alveg satt. Þetta er sturlu staðinn. Ég sé ekki. Hvernig á fiskur að geta drukknað? Ég veit það ekki, ég hef ekki séð að gera. Þetta er ekki hægt. Þeir eiga heima í vatni. Þeir þurfa ekki að fara upp til að ná sér súrefni. Þeir eru bara annað. En geta samt drukknað? Já, það þarf ekki að gerast þá. Það þarf eitthvað að klikka í draslinu hjá þeim. Í Þýskalandi er þjónusta, já, ég heldur að segja ljús, ég sver þetta, þeir geta drukknað. Við skal bara googla það fyrir þetta. Já, en ég minna að þú veist, ok, ég er mikill aðdáðandi sturlara staðreynda. Já, þú ert samt búin að sko... En þessi tiltekna staðreind... Efast 2 í dag. Nei, sko, yfirleitt, þú veist... Þú helst að humra myndi ekki mýga framan í hvort annan þegar ég var að rífast. Já, þetta er bæðið einmitt eitthvað sjávartengt. Og svo trúur ekki að fiskar geti drukknað. Nei, minna, þú veist, fiskar, ég hefði viljað fá, fiskar geta drukknað ef bla 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 bla, ef eitthvað gerist. Já, það hlýtur eitthvað að gerast. Í Þýskalandi er þjónusta þar sem að þú hringir og bölvar eins og þú vilt og fólk hvetur þig áfram. Það er góð hugmynd. Já, þetta er svona hotline. Þú getur bara hringt og bara bölva, alveg brjálæst. Og bölvlínan, góðan dag. Já, ég veist þessi anskotans heitasta helvíti, anskotans heitasta helvíti. Og þau eru svona áfram með þig, láttu mig að heyra það. Já, þetta er alveg rétt öður. Eira helvíti djöfusir sullimann. Fílar... Gunnþór geti hringt hann að maður. Já, þetta var fínt fyrir hann. Fílar eru óléttir í 22 mánuði. Já, þetta vissi ég. Já, ok. Þetta er ekki einu svona sturla. Trúið þessu þá. Ég kaupi þetta. Svo er það síðasta sturla staðarinn dagsins. Já. Lengsta kóma sem að hefur verið vaknað heilbrigt úr, sem sagt maður var í kóma og vaknaði úr kómanu. Lengsta kóma sem að maður hefur vaknað heilbrigt eftir er... Dauða þá? Já, er 37 ár. Vá.
Það bara eins og ég væri bara búin að vera í dauðadái bara. Já. Alla mín ævi. Já, bara svo, það myndi bara núna og það myndir að vakna bara 70. Hörðu, hvað er ég búin að missa það? Erum við ekki FM 95 blöð allan á miðvikudaginn? Nei, Pétur, við erum hættir með það. Þetta er allt búið við. Hvað er ég búin að vera lengi út eila? 37 ár þannig. Já, það væri rosalega. Já, en samt. Svona, hann vaknaði allavega. Já, þetta voru sturlaða staðvindir, það var svolítið erfitt að vera með þeirri sturlaðum staðvindir í dag, Pétur. Veitir? Já, ég misti þig oft. Þú má alls ekki taka í þannig að ég sé hvað ráðast á þig persónulega. Nei, þú ert líka bara oft týndur, bara, eins og það leiður þið myndist á með tunguna, þá varstu bara að horfa eitthvað til lofti, the tongue man. The tongue man, já. Ég týndi þið bara. Tungumæður, nei, já, það er vegna sem ég ást þetta áhugavert. Þá týnurum mér. En sem betur fyrir þá rífust við ekki eins og humrar því að þá væru við byrjað að pissa á hvern annan innan við, Pétur. Þetta voru sturlaða staðvindir, Graðimaðurinn eftir þetta lag. Það væri reynda til, já. Og þá erum við komin í símann þinn. Og við allan sólarhringinn, í Skeifunni, í Garðabæ og á Eiðistorgi. Hagkaup. Ein ferð, betra verð. Sverrir Bergmann og Halldór Gunnar halda uppi stemmingunni á Hóm Austurstræti. 50-dagskvöld í boði Carlsberg. Við lærum af þér. G2. Subway hjálpar þér að hugsa heilsuna. Á Subway.is sérðu næringargildi allra bátana. Subway, eins og þú vilt hafa. Nova og Carlsberg kynna Oktoberfest SHI 3 daga tónlistaveisla 12. til 14. september. Miðasala er hafin á miði.is. Handhafar Bláa korsins fá 15% afslátt af miðanum. Tilboð ársins í enska boltanum. Nú fylgir háhraða internet og heimasími með enska boltanum. Já, þið heyrðu rétt. 380 beinar útsendingar, háhraða net og heimasími fyrir aðeins 8.990 krónur. Tryggðu þér kaup ársins í enska boltanum. Sport 2, enski boltinn. FM 95 blöð. Virka daga milli 4 og 6 á FM 957. Optimum Nutrition fæðubótaefnin færð þú í perform.is. Optimum Nutrition hefur verið valið vörumerki ársins í Bandaríkjunum síðustu 2 ár. Perform.is. Holtasmára 1, Kópavogi. Fáðu Spotify Premium í símann þinn með snjallbakka. Fyrirlista hér á FM 95 blöð, á FM 957. Það eru Öddi og Pétur sem eru með ykkur þennan miðvikudaginn. Já, grínistinn Síkáti. Síkáti. Hann er kominn hérna, Pétur Jóhann Sigfússon, grínistinn Síkáti úr Hafnarfirði. Er ætlast til þess, Pétur, þú ert í matabúðum og svona. Já. Er ætlast til þess og sért með húlum hæ. Síkátur. Já. Ef þú ert ekki að segja brandara og taka köttinu eitthvað, ef þá fólk að spyrja til þess segir hún bara voðalega eitthvað fúll eitthvað. Já, eða bara mig, beint. Er eitthvað dögt í þér? Nei. Já. Ætlar ekki að hendi í kött fyrir böndul? Fyrir fransískinni. En herðu, við erum að fara í dagskrálið. Dagskrálliðurinn. Já, hvað heitir þessi? Ég manna ekki. Graðimaðurinn. Já, þetta er bara Graðimaðurinn. Graðimaðurinn. Hann átti það til að æsast við það að heyra í bókaldsþjónustum. Já, svo er hann farin að færa sig upp á skaftið. Hann farin að færa sig upp á skaftið. Ekta hann. Þetta er svolítið þinn liður. Og hann allar í dag, hann vil heyra í einhverjum bónda, eða ekki? Já. Nú vil hann komast í bændur og búalið. Og hann æsist við skrýtna hluti. Já, bara það er nú, ef hann heyrir einhvern bónda að segja bara helvítis beljurnar, það gæti gert mikið fyrir hann. Tjekkum á þessu. Bara sem dæmi, sko. Og einhverja beljur. Og eitthvað svona. Já, ég finn eitthvað út úr þessu. Já. Góðan daginn. Ég er að æfa mig, sko. Góðan daginn. Hann er ekki andandi. Já, góðan daginn. Góðan daginn. Já. Góðan daginn. Halló, góðan daginn. Góðan dag. Er þetta Jón? Nei, ég heit ekki Jón. Þetta ekki bóndi? Jú. Hvað heitir bóndabærið? Sem ég á heima?
Já. Þetta er Bjóla. Bjóla alveg, já. Hérna, ertu ekki með beljur? Jú, nokkrar. Hvað ertu með marga beljur? Það veit ég ekki. Hver er þú? Ég heiti Axel. Já. Hvernig, ertu svona, og ertu með kindu líka? Nei, það er nú fáar. Það er nú lítið. En eitthvað af þeim? Nei, ekki mikið. Eina, tværa? Já, eitthvað svolítið bara. Ertu með hund? Nei. En hvernig með beljurnar, eru það úti inni núna? Það er svona ímist. Já, og hvernig... Það er að spyrja þessu. Hvað segirðu? Þetta er nú bara forvitni, sko, ég er svona aðeins að forvitnast bara með, þú veist, með beljurnar, ertu að tala við þær eða ertu að segja þér eitthvað við þær svona, þegar þú ert ekki að mjólka á mótnana eða, hvernig? Seturðu þá, þegar þú ert að mjólka beljur, seturðu ekki eitthvað á spenana á þeim? Jú, það er bara að mjólka þér, það er að gera. Hvað, ertu með mjaltavél eða? Já. Sem er að strokka þetta, eða ekki? Er ekki að sjúga á þeim brjóstinn þá? Nei, þetta heitir að júur á beljum. Er þetta júur á þeim, já? Helvítis beljum. Hver ert þú eiginlega? Það er að ringja hingað. Nennir að segja fyrir mig, þetta helvítis beljum. Sjúga júur á beljum eitthvað. Nennir að segja það fyrir mig. Hver ert þú eiginlega? Býtu okkur að ringja hingað. Nennir að segja það bara einu sinni eitthvað. Setja ykkur tækja á júgur á beljum og sjúga þetta. Nei. Nennir ekki. Okkur að ringja hingað. Hver ert þú eiginlega? Að því mig langar svo að segja eitthvað svona beljur og sjúga og... Hvert verður mjólkin? Nú er mjólkubúið. En hvernig tæki er þetta? Hvað heitir þetta? Mjaltavél? Setur það á júru? Er þetta ekki brjóst á þeim? Nei, það? Er þetta júur? Hvað kallar þetta? Hefur þú aldrei komið í sveit eða hvað? Já, má ég koma í sveit? Hefur aldrei komið í sveit? Nei. Er þetta ekki eitthvað skrítið bara? Hver ert þú eiginlega? Mætti ég setja... Ertu eitthvað furðulegur? Ef ég kem í sveit, fæ ég þá að setja þetta á júru? Nei, þú færð ekki. En að bera júursmisla á? Nei, þú ert bara Bjáni. Ég ringar á að tala við þig. Nennir að segja ég sé Bjáni einu sinni enn. Já, Bjáni. Helvítis Bjáni get ég verið, það ekki? Er ég einhver helvítis belja eða tutti? Heyrðu, ringdu hvort annað, ég má ekki þeirra... Nennir að segja það bara einu sinni, segði ég sé einhver tutti. Ég er nú að gera að vera að tala við svona fugla. Nei, fugla. Já, veistu þess. Segðu það, einu sinni enn. Hanna fekk að maður, hann fekk að sem hann vildi. Jöfull var ég ánað með þennan maður, Þetta var besta símtali á þessum félag. Júursmisl og beljur og júur og svona sjúga þetta allt maður. Það var svo fallegt við þetta var. Það var sko, hvernig hún veitir hann inn í vitlusuna. Þú varst ekki graður strax. Þú bara svona, hann var orðin eitthvað skeptiskur á símtali. Svo byrja berði. Hvað? Steik var þetta maður. Þetta var stórkostlegt. Þetta var, Graði maðurinn. Graði maðurinn. Og hann var æðislegur. Þeirra nýjasta og já, ég er að fíla þetta. Virkilega flott lag. Það var komin tími á slagara frá strákunum í Dikta. Fantaljósend þarna á ferð. Ég er ennþá jafna með höfðir símtalið hérna áðan. Jésús. Þetta var stórkostlegt. Hvað? Já, símtalið. Graði maðurinn. Það var aðeinsluður. En það steytist í ræskjaran. Pétur Jóhann. Það er kannski gróft að vera með þetta svona klukkan 5 á eftirmiddi. Þetta var ekki Donald sem kom hérna fram. Ekki? Nei. Það er að fallega í þessu. Það er ekki dónaskapur í þessu. Nei. Hann æsist bara. Já, það er rétt. En er ekki komið tíma á brandarakefnina því að Karoki eru eftir. Við hefum líka eftir að fyrir ræskjaran. Nóg með okkur. Ég var að spája að henda í brandarakefnina. Heyrðu, er það núna? Já, þá segjum við Pétur Jóhann Sigurd brandarann og þeir ringið svo í 511-0957 og af því að Karoki líka þetta skulle bara fyrstur upp í 3 atkvæði vinnur. Já, heyrðu, ok. Þetta er ofta svona, bara einhverjir stuttir og léttir brandarar. Ert þú tilbúið með brandara? Ekki alveg, er það tekur þetta netinu bara? Já, hvað, en þú? Nei, ég reynir bara alltaf að muna eitthvað.
Já, er það? Það bara eitthvað svona brandara sem maður hefur heyrt. Já, ok. Viltu að ég byrja það? Já. Minn svona allt í lagi. Hann er ágætur. Ok, ég datt aðeins út. Ég var að reyna að muna brandara. Ok. Já, brandara minn, hann kemur hér. Það er sem sagt maður sem að þarf að stoppa þetta í kant. Bíllinn hans er bilaður, það ríkur úr bílnum. Ríkur úr húddinu og hann fer úr bílnum og opnar húddið og er svona eitthvað að tekka á honum. Og þá kemur belja labbandi. Og segir svo, byrjar að tala við hann. Segir, herðu, þetta er örugglega vaskasinn hér. Og hann bara svona, Beljan segir, ég held þetta sé vaskasinn hér, hann er glónýtur. Og gaurinn bara, hvað er í gangi hérna? Og mjög hissa, svo labbar hann bara upp á Bóndabæ og ætlar að fá hjálp, fá að ringja. Og segir, herðu, já, fikk ég að ringja þér? Já, og ég lenti í því, það kom belja á hann. Og hún var að tala um mig. Hún var að segja mér að vaskasinn var í bílnum. Og þá kemur bóndinn, var hún svona svört með hvíta doppur. Já, ekki hlusta á hana, hún veit ekki um bíla. Þetta er svo stæð. Þessi er góður. Já, ég hef heyrt hann reyndar. Já, ég hef aldrei heyrt hann, ég hef heyrt hann bara svona þér að segja, þá hef ég sagt hann stundum. Nú, ok. Já. Mér finnst það mjög góður. Hann er góður, þessi. Hvort að vinnu brandarakefninu svo annað, hvernig er þinn brandari? Herri, ég ætla að segja brandara bara sem ég kann, sem er í hausnum á mér. Ok. Því ég nenni ekki að fara á netið og leita einhverju brandara núna. Hvað er með? Þetta er örbrandari, hann er alveg geðveikt stuttur, sko. Ok. Og hann er svona, að maður sem að hringir í konu sína. Nú. Og hún svarar. Hann segir hana, ástin mín, ég var að vinna 100 milljónir í lottó, hann að pakkaði niður í grænum kvelli, ég er á leiðinni heim. Konan sagði, nú, spennandi, hvað, erum við að fara í sumafrí eða vetrarfrí? Að mér er anskotan sama, ertu bara farið fyrir ekki með heim. Þessi er góður maður. 5.11.957 brandarandir í þvílíkum, já, þetta er bara hágjaða brandarandir hér, FM. Þetta var eðal brandari, sko. Halló. Ég hef hljója þessu maður, Pétur, þú ert fyndinn. Já, er það ekki? Þetta var alveg, þú veist, hann er stuttur, en hann segir allt. Nei, hann var samt svolítið langur, sko. Nú, aðja. En þú ert fyndinn samt, sko. Já, ég þakkaði ekki alveg að verða það með hann. Takk. Hver brandari var betri, fannst þið? Já, Pétur kom aðkvæði, 1-0 FM. Halló. FM, góðan daginn. Góðan daginn, hver fær þitt aðkvæði? Yes. Hver fær þitt aðkvæði? Pétur Jón. Pétur Jón. Já, hér. Þú veist, einu aðkvæða frá að vinna þetta. Takk hérlega. Takk fyrir. Takk fyrir ekki, bye. Og svo styttist í Ræskjaran FM, góðan daginn. Já, góðan dag. Góðan dag, hver fær þitt aðkvæði? Það er klárlega Pétur. Það er Pétur, já, þetta var bara, 3-0. Þetta var ekkert. Talandi beljan var ekki að slá í gegn í dag. Talandi beljan. Það er nokkuð ljóst. Herru, takk fyrir þetta. Takk fyrir ekki. Ok, þá... 3-0. Já, ég verði að hefna mín bara í karaokeun eftir. Ég heyrði, sko, þegar brandarinn þinn. Já. Sérst, ég heyrði hann svo, hann er á öðru, sérst, eins og ég heyrði hann. Það var hestur sem stóð út á túnni. Ekki það skipti minni megamáli. Nei. Og bóndinn semst endar að segja, þegar kallinn segir, áttu hún að hest hérna nefnir á túnni? Og bóndinn, já. Vissir að hann getur tala? Og bóndinn, hvað var hann að segja þig? Hann var að segja mig að væri farin vaskassin í bílum. Að blessa varst ekki að hlusta, hann hefur ekki hundsvit á bílum. Hvað er hundsvit, sko? Þetta er sami brandari. Nei, hundsvit. Vinnur einhverja brandari hérna og þetta er ekki að fara að kenna mig bara brandari. Nei, ég er bara... Æ, fyrir ekki það maður. Ég tek þetta allt aftur. Það er upp á það tippið maður. Nei, sorry, ég tek þetta allt aftur. Kynir í samstarfi við gamla kaupfélagið á Akranesi. Stuðlagaball í fyrsta skipti á Skaganum. Sérstakir gestir eru Heiðar Austmann og Rikki G. Taktu laugardagskvöldið 14. september frá Are you ready, Akraness? Gamestöðin verður með kvöldopnun vegna útgáfu GTA 5 á PS3 og Xbox 360. Í tilefni af útgáfu leiksins verður andir í kringlunar fyrir framann Gamestöðina breytt í skemmtistað. Gamestöðin ætlar að bjóða upp á brjálað hljóðkerfi og muni þeir Erpur og MC Gauti sjá að skemmta. Bóðið verður upp á veitingar og annað óvænt.
Enjoy them hoes, homie. Yeah, whatever. Þeir sem forpanta leikinn hjá geimstöðinni eiga möguleika að fá leikinn endurgreiddan en alltaf 10 manns fá ókeypis leik. Leikurinn stranglega bannaður innan 18 ára. Fjörið byrjar mánudaginn 16. september klukkan 8. FM 957 og geimstöðin Kringlunni. Mini-pítur, frábærir í veisluna, fundin eða bara hvað sem Pítan, sími 562 90 90. Pítan, alltaf fersk. 50-dagskvöld á English Pub, Eyþór Ingi, English Pub við Austurvöll. Egilsgull, léttöl. Páll Óskar í fyrsta sinn á Spot, laugardaginn 14. september. Spottaðu mig í Kópavoginum með Bakkardi í hönd, laugardaginn 14. september. Fátt jafn spennandi og að taka við lyklunum að splungun nýjum bíl. Ergo fjármagnar það sem upp á vantar til að þú getur keypt þér draumabíl. Í september og október 50% afsláttur af lántökugjöldum. Við aðstoðum með ánægju. Ergo. Oktoberfest hefst á 50-daginn. Tryggðu þér miða á þessa 3 daga veislu á miði.is. Handhafar bláa kortsins fá 15% afslátt þegar greitt með bláa kortinu. Carlsberg, Nova og SHI. FM 95 Blö. Virka daga milli 4 og 6 á FM 957. Frábært úrval af hágæða fæðubótaefnum frá Optimum Nutrition. Perform.is. Holtasmára 1, Kópavogi. Fáðu Spotify Premium í síman þinn með snjallpakka. Síminn, verð í sterkara sambandi. Fyrirlista hér á FM 95 Blö á FM 957. Það Auðun Blöndal og, sprelligósinn, Pétur Jón Sigfússon. Já, sprelligósinn og spéfuglinn. Það alltaf stutt í sprelli það Alltaf stutt í spé og sprell. Já, og... Pétur Jón Sigfússon hér. Ég var að spæja að byggja með dagskalið það núna. Byggjum einn hjá mér, já? Já, byggjum einn karakter, hann heitir Ræskjarinn. Ekki vandamálið? Nei, ekki Ræskjarinn. Já, hann alltaf ræs. Já, heyrðu, við ætlaðum að... Já, hendum við einn léttan Ræskjarinn, bara eitt símtal. Ertu til í það? Ok, ég alltaf til. Já, hvað vill Ræskjarinn gera þetta? Hann ekki að kaupa sér bara... Ég veit með smálið, hann ekki bara vantar á hann ekki bíl? Það geti verið. Það ekki? Já, hann á engan bíl. Já, hérna verið að selja einhvern svona Jeep Liberty. Já. Það ekki eitthvað fyrir Ræskjarran. Göngum hreint til verks. Hringjum í kauða. Ok, ertu tilbúinn með röddina? Já, ég tilbúinn. Ok, þá skulum við henda hérna léttan Ræskjarran. Já. Já, og reyni ég ætlaði að greiðslast fyrir þarna Jeep til sölu. Já. Varstu búinn að selja hann? Nei. Og hvað, má ég spyrja hvað sett á hann? Hvað sett á? Ég ekki með rétt númer, þetta er svona Jeep sem þú ert að selja, er það ekki? Já. Hérna, bændablaðinu? Já. Hvað, ég ætlaði bara að spyrjast fyrir svona bílinn. Já. Hvað sett á hann og hvað hann keyrður og annað svona? Hann keyrður 120. Já, það nú ekki mikið. 3,7 vél í honum á samskipstur. Já, 3,7. Það var meira skoðaður. Hvað hann í hestöflu? Hestöflum. Þá fórstu menna alveg. Já, það skiptir einhver máli. Hvað sett á hann? Ég vil fá þetta 950. Hvað segirðu, 50.000? Já, það er nú ekki mikið, 50 skall. Nei. Það er ekki mikið. Nei, alltaf ekki til. Fyrir 50, er þetta ekki 2000 og hvað sagður? Nei, ég hef ekki grínast þessi. Ég hef grínast þetta 950 er hann. Ég segi þannig að það er nánast ekki að verð. 50, ég get sagt að ég er búinn að, sko, hvað orger er þetta? 2005 fyrir 50, það er bara gafverð, myndi ég segja. Og það er ekki verið bara að kaupa hann. Já, get ég fest með hann hjá þér? Ef ég legg inn á því bara ég staðgreiði bílinn. Já. Get ég fest mér hann þá? Viltu ekki skoða hann áður? Nei, ekki ef að bílinn á 50.000, það er held ég að sé að gefa hugalið það. Það er engin ástæða til að gera annað en að festa. Nei. Það er ekki 900.
Þannig að hvar á ég að leggja inn hjá þér? Hvar á ég að leggja inn hjá þér þá? 950. Hvað segirðu? Ertu með reikningsnúmer sem ég get lagt inn á þig? Já. Já. En þú voru að ég vil festa mér bílinn, sko. Já. En... Ég stakri hann bara. Þú verður eitthvað mísert ef þetta væri 50.000, sko. Hef ég mísert það? Og hvað viltu fá fyrir bílinn? Þú sagðir 50.000. Í 950. 900? Ég heyrði það ekki. Sagðir ekki 50.000? Já, 950. Og skrítið að maður skuli segja eitt en meina annað. Þú ert kvefaður ekki? Hvað segirðu? Þú ert kvefaður? Já, fyrirgeðu. Já, ég ætla að skoða þetta fyrst að þetta er svona dýr bít. Já, þú verður að fá þig kvef. Þú verður að fá þig fyrir. Þú verður að fá þig fyrir kveðinu svo áður kaupir þetta. Þú verður að fá las. Hvað segirðu? Þú verður að fá þig eitthvað við kvefinu. Þú verður að las. Já. Ég ætla að skoða þetta eins. Já. Hakkaði fyrir. Halló. Halló. Nei, hann er farinn. Voðalega. Ætlaði hann að vera lengi að þessu gæinn, maður. Já. Guðminn almáttur. Ég myndi ekki nenn að tala fyrir svona maður. Þó ég fengi pening og ég fengi borga fyrir það, þá myndi ég ekki nenn að því. Svo var hann bara, er einhver svona kvefaður? Geðveikt óraunverulegur hósti. Ég veist þess endalaust að tala maður. Þetta var ræskjarinn, já ég hef alltaf gaman á hann svona. Ef ég hef gaman á honum, þá get ég lofa þér að hlustundur á gaman á hann. Eftir september. Já, það er 11. september í það maður. 11. september, það er nefnilega heila málið. Það er sá dagur. Það er sá dagur. Það var skelfileg árás fyrir 12 árum síðan og 12 árum síðan og það er að koma önnur skelfileg árás hér í stúdíóið núna því að það er komið að karaoke. Já. Það sem er eiginlega bara Þetta var flott tenging. Hryðjuverk fyrir sig, má segja. Já. Hvort viltu vera á undan eða eftir? Fyrir ykkur sem er að hlusta í fyrsta sinn þá syngjum við 1,5 mínútu úr einhverjum lögum, keppum í karaoke, svo syngið þið 511-0957. Fyrstur upp í 5 atkvæði vinnur karaokeið. Já, og við höfum yfirleitt haft þann háttinn á að þú byrjar og svo ég. Já, og við leiðum hlustendum að velja. Hafa það hann bara? Jó, þau vildu Satisfaction með Rolling Stones og svo það var einhver gaur sem að vildi ég myndi syngja As Long As You Love Me með Justin Bieber. Já, og þú ætlar að verða við þeirri beinni. Já, ég var með eitthvað lag hérna í huga með Tom Jones sem að ég fann ekki. Nei, þannig að þú ætlar að taka bara Rolling Stones. Ég tek bara Rolling Stones Satisfaction. Og ég byrja þetta bara. Mér er stöðlað. Já, og tjekku á þessu. Þetta eru 2 mjög ólík lög. Já, ég kann ekki eins og mittla hérna. Og svo, tjekkum þessu. Ok. As long as you love me. Það verður vond, sko. Þetta gefur mann í stuð. Nei, þetta var viðbjöður. Hæ? Já, þetta var bara mjög vel, útfært hjá það. Já, ég er að muna núna okkur við höfum ekki farið í karaoke lengi, en það er komið að pissa. Komdu þetta yfir. Svona er karaoke. Þú ætlar að taka Rolling Stones? Já, það er endur ekkert gaman í karaoke ef maður er góður að syngja, sko. Nei, það er nefnilega heila hálf. Og það er Satisfaction. Þetta er nú eitt uppáhaldslögunum að sveppa, þannig að farið vel með hann. Er þetta eitt uppáhaldslögunum hans? Já. Ég vona að hann sé ekki að hlusta að maður. Ready? Billy Joel, ready? Já. Þóli ég ekki þegar ég missi svona taktinn maður. Þú misti lagið? Þetta er lag sem maður að geta sungið blindandi, sko. Já, þetta er allavega frægari mitt lag. Við skulum opna fyrir síman. Þóli ég ekki í karaoke. Ég þóli ekki í karaoke. Aldrei aftur í. Já, við skulum hætta í karaoke. FM. Já, góðan dag. Daginn. Ég ætla að velja Auta. Auta, takk kærlega fyrir aðeinur. Ég veit munna að lítið að hann var ekki alveg viss. Takk. Takk fyrir samt. FM. Góðan daginn. Daginn. Hver fær þitt atkvæði? Það er reyndar Pétur.
Já. Þú ert reynda aðalmaðurinn sem Rolling Stones bara frábæstu maðurinn sem þú ert alveg gæðið klikt við Rolling Stones bara alveg. Hakkaði ekki alveg fyrir það honum. En hvenær komið þið eiginlega á Pop TV svo getum séð á kvöldin? Ég veit ekki hvort það er þetta aftur inn, en Pétur fær þitt atkvæði. Já. Takk, bye bye. Takk fyrir. 1-1 FM. Halló. Halló. Góðan daginn. Hver fær þitt atkvæði? Pétur. Pétur, já, ég er ekki vissi. Dóttir mín sagðist bara hægt að elska Justin Bieber live. Já, ok. Í alvöru tala. Þá er ég búinn að hjálpa þér í bildum. Takk innilega fyrir þetta, maður. Ég þurfti mikið á þess að halda. Það ekki. Jú. Já, þetta er eiginlega bara hvor okkar vaskárið. Þitt var líka lélegt, sko. Já, það var. Takk fyrir að hringja. Takk fyrir. Ok, bye. Það er 2-1 í PSA FM, góðan daginn. Góðan daginn. Hver var þitt atkvæði, kæri hlustandi? Auðun Blöndal söng þetta alveg eins og engill. Mér fannst hann syngja þetta eins og engill. Ég er alveg sammála því. Ég er ekki sammála en ég þakka fyrir atkvæðið. Já, hann bara líður. Takk hjá það. Bye bye. Hvað er klukkan? Nei, hver er staðan? 22 FM. Nó. Halló. Góðan daginn. Góðan daginn. Þú ert í stuði, heyr ég. Já. Já. Hver fær atkvæðið þitt? Það er Mick Jagger. Mick Jagger. Nó! Pétur Jagger. Ég trúi þess ekki. Heyrður ekki flutningin? Nei, ég held að það væri Mick Jagger. Já, þú hérst það? Ég er í endanum þú komst inn. Já, það er enda rétt hjá þér. Hún tapar það sann í lokin. Já, ég klúraði í lokin. Takk fyrir. Takk fyrir að ringja. Ok, það er 3-2 Pétur komið fórustu. FM. FM. Já, góðan daginn. Herru, ég ætla að velja Pétur. Yes. Ég er að missa þetta maður. Get not record! Takk að kella fyrir. Takk kella, Pétur. Bæ, takk kella að segja, ég fekk ekki eins og atkvæði frá hann. Nei. FM. Já, halló. Hver var þitt atkvæði? Það er Pétur. Nei, Pétur! Alla daginn Það er ég búinn að tapa þessum maður. Já, hvað heitir þú? 5-2 fyrir PSA. Ég heit Anton Orri. Anton Orri, þú ert minn maður. Já. Þú ert líka minn maður þó það er ekki hvað sem er. Takk fyrir að ringja. Já, bye. Ok, bye. Takk, bye. Pétur Jón Sigfússon vann þessa karaoke-keppni. Og brandarækjurna. Já, vá. Sem þýðir aðeins eitt, ég er í frí næstu viku. Nuttaði salt í sárin, maður. Framhaldsskólamótið í Paintball 2013. Loksins er komið að því. Stærsta paintball-mót ársins er hafið. Þú skráið þitt 7-mannalið hjá þínu nemendafélagi og keppið innbyrðis í þínum skóla. Sigurliðið kemst síðan áfram í úrslitakvöldið þar sem verðlaunin eru 300.000 krónur í beinhörðum peningum frá Landsbankanum og mánaðarbyrðir af Pepsi. Skráðu þig hjá nemendafélaginu þínu og vertu með í stærsta paintball-móti ársins. Verður þú paintball-meistari 2013? FM 957, Skemmtigarðurinn Grafavogi og Pepsi. Við lærum af þér. G2. Við á Glow höfum opið frá 11 til 21 alla virka daga. Glow, yfir náttúrulegu veitingastaður. Nova og Carlsberg kynna Oktoberfest SHI 3 daga tónlistaveisla 12. til 14. september. Miðasala er hafin á miði.is. Handhafar Bláakorsins fá 15% afslátt af miðanum. Jóga. Sporthúsið. Föstudag á Stöð 2. Logi Bergmann stjórnar veglegum skemmtiþætti þar sem spennandi og fjölbreyttur vetur á Stöð 2 verður kynntur með poppi og pratt. Við viljum að sýna ykkur allt það sem við ætlum að gera í vetur frá frábæra gesti, mjög spennandi tónlist og hver veit hvað getur gerst. Haustfagnaður Stöðvar 2 í beinni útsendingu og opinni dagskrá á Stöð 2, föstudag kl. 19:45. FM 95 Blö á FM 957. Gauti og Pétur Jóhann í FM 95 Blö. Það eru Jay-Z og Justin Timberlake með Holy Grail hér í FM 95 Blö. Það er nú ekki smá blanda. Nei, sittum hér ég og Pétur Jóhann Sigfússon búin að vera með eitthvað sem 4 í dag. Við erum eftir að fara í lagi á leiðinni heim. Förum í það bráðum. Ég má velja það. Nú, ætlar þú að velja? Já, er það ekki þannig? Ég meina, ég vann brandarækeppnina á karaoke. Já, ok, hvað ég var enda búin að setja eitt lag hérna inn. Hvaða lag vilt þú heyra? Ég veit ekki hvað Rikki G segir við því. Hvaða lag það? Var þetta að segja þumalinn upp við laginu sem hann er búin að velja? Já, ég er búin að velja mjög gott lag, sko. Með hvað hljómsveit er það? Kavanski. Kaminski, já, þá er það bara... Kavinski, já. Sorry. Kaminski, já, Kamanski. Ég veit ekki. Er það úr hann að myndinu, þannig að Drive? Já. Það er ríkilega gott, sko. Þú velur það alltaf oft? Nei, ég er einu sinni öðrum með þar. Ég vel það ekkert oft. Nei, ég var með hana. Nú, hvað varst þú að spá í? Það er eitthvað lag sem enginn þekkir. Já, ok, gaman að því. Jó.
Hvað hérna? Einhver harðir Smashing Pumpkins aðdáendur. Nú, hvað, Disarm eða? Nei, þetta er Æ. Ok. Y. Já, ég veit hvað lag, það er enda mjög gott lag. Smashing Pumpkins er góð hljómsveit. Hún er vanmeitin, ég hef ekki spilað Smashing Pumpkins nú en ég hef nýjum blöð, svona þú segir það. Þeir eiga fullt að góða. Þannig að þú ætlar að velja það? Viva Dór, geggjalega líka. Já, ég ætla að hafa það á morgun, því ég hef búin að velja hitt hérna. Það er að hafa þessast lagi sem ég er að tala um á morgun. Já, bara sérstaklega fyrir þig. Mitt. En ég ætla að spyrja þig, Pétur, nú er 11. september. Ég sé alveg, ég þekki þér að vera ljúga mér. Akkur heldur þú sé að ljúga þér? Þú? Það er annar vinuðinu hliðina líka sem er alveg Jan, lígin og ómerkilegur og þú. King Rikki. Nei. Hvað varst þú að gera 11. september 2001? Ég var á Spáni. Ok, ég var erlendis líka, ég var í Fraklandi. Horfður á þetta þegar þetta var að gerast? Nei, ég var bara ráfand í reiðleysi bara staðan í miðbæðu, ég skildi ekkert okkur, það var engin neinstaðar. Allir ára sjónarbyggði, ég bara býði, er eitthvað HM í gangi? Ég var bara því líkur þumbið, sko. Ég sé ekkert, og bara var ekki fyrir en ég kom upp á hótel sem að ég var sá hvað var að gera, sko. Það var rosalegt með það. Já. Maður gleymir þessu seint. En svo er líka það að vera að hvetja mig hérna á Twitter til þess að spila aftur síntalið á hann, Graðamanninn, og ég er að spara enda þáttinn á því ég er eftir. Þannig að þeir sem mistuðu á því á hann, ekki voða ykkur að skipta stöðu. Við ætlum að heyra lægja á leiðinu heim, svo ætlum við að heyra síntalið Pétur hérna aftur og eftir því að það var stórkostlegt. Þetta er Kavinski hér með Night Call. Þeir eru að hlusta á FM 95 Blö. Auðun Blöndal og Pétur Jón Sigfússon búin að vera með ykkur síðan 4 í dag og ég ætla að gera svolítið núna sem ég aldrei gert sem við byrjuðum með þennan þátt. Við erum búin að vera með það núna í tæp 2 ár. Ég ætla að spila símtal aftur sem var fyrr í þættinum. Þetta var hérna áðan. Ég grét og hlátri og ég vil nú meina þetta sem er betri símtalið sem við gert. Já, við, sem að Pétur Jón Sigfússon hefur gert. Já, við. Já. Við saman í þessu. Þetta er sem sagt dagskrárliðurinn. Þú ert leikstjórinn í mínu lífi. Og líka, mér langar bara að leyfa Rikka G að heyra þetta. Hann er komin inn í stúdíu, ég veit að hann mun hafa gaman að þessu. Þetta er bara fyrir hann. Já, og þetta er sem sagt, við fórum í þetta áðan, dagskrárliðin Graði maðurinn og Pétur Jón Sigfússon hringdi í bónda. Og fyrir ykkur sem hafi ekki heyrt þetta áður, heyrt þennan dagskrá áður, þá er þetta maður sem hann hringdi alltaf í bókarþjónustur og svona æstist kynferðislega við skrýtna hluti. Og Pétur hringdi í bónda og ég ætla að leyfa þó þetta hafi verið hérna fyrir í dag og ætla að spila þetta aftur því að mér finnst þetta stórkostlegt. Skulum heyra þegar Graði maðurinn hringir í bónda. Góðan daginn. Já. Góðan daginn. Halló, góðan daginn. Góðan dag. Er þetta Jón? Nei, ég heit ekki Jón. Ertu ekki bóndi? Jú. Hvað heitir bóndabærið? Sem ég á heima? Já. Þetta er Bjóla. Bjóla alveg, já. Ertu ekki með beljur? Jú, nokkrar. Hvað ertu með marga beljur? Það veit ég ekki. Hver er þú? Ég heiti Axel. Já. Hvernig, ertu svona, og ertu með kindu líka? Nei, það er nú páar. Það er nú lítið. En eitthvað af þeim? Nei, ekki mikið. 1, 2? Já, eitthvað svo lítið bara. Ertu með hund? Nei. En hvernig með beljurnar, eru það úti þeirri núna? Það er svona ímist. Já, og hvernig... Það fyrir að spyrja þessu. Hvað segirðu? Þetta er nú bara forvitni, sko, ég er svona aðeins að forvitnast bara með, þú veist, með beljurnar, ertu að tala við þar, eða ertu að segja eitthvað við þar svona, þegar þú ert ekki að mjólka á mótnana, eða, hvernig? Seturðu þá, þegar þú ert að mjólka beljur, seturðu ekki eitthvað á spenana á þeim? Jú, það er bara að mjólka þeim, það er hvað að gera. Hvað, ertu með mjaltavél, eða? Já. Sem er að strokka, þetta, ekki? Er ekki að sjúga á þeim brjóstinn þá? Nei, þetta heitir júur á beljum. Þetta er júur? Er þetta júur á þeim, já? Helvítis beljum. Hver ert þú eiginlega? Það er að ringja hingað. Nennir að segja fyrir mig, þetta helvítis beljum. Sjúga júur á beljum eitthvað. Nennir að segja það fyrir mig. Hver ert þú eiginlega? Býtu okkur að ringja hingað. Nennir að segja það bara einu sinni eitthvað. Setja ykkur að tækja á júgur á beljum og sjúga þetta. Nei. Nennir ekki. Okkur að ringja hingað. Hver er það? Að því mig langar svo að segja eitthvað svona belju og sjúga og... Hvert verður mjólkin? Nú er mjólkubúið. En hvernig tækið þetta? Hvað heitir þetta? Mjaltavél?
Setur það á júru? Er þetta ekki brjóst á þeim? Nei, það? Er þetta júur? Hvað kallar þetta? Hefur þú aldrei komið í sveit eða hvað? Já, má ég koma í sveit? Hefur aldrei komið í sveit? Nei. Er þetta ekki eitthvað skrítið bara? Hver ertu eiginlega? Mætti ég setja, ef ég kem... Ertu eitthvað furðulegur? Ef ég kem í sveit, fæ ég þá að setja þetta á júru? Nei, þú færð ekki. En að bera júusmisla á? Nei, þú ert bara bjáni. Ég er yngan á að tala við þig. Nennar að segja ég sé bjáni einu sinni enn. Já, bjáni. Helvítis bjáni get ég verið, það ekki? Er ég einhver helvítis belja eða tutti? Heyrðu, ringdu hvort annað, ég má ekki vera... Nennar að segja það bara einu sinni, segja ég sé einhver tutti. Ég er nú að gera heldur að vera að tala við svona fugla. Nei, fugla. Já, veitum þess. Segðu það einu sinni enn. Þetta símtal var hér fyrir í dag og ákvæði að spila hérna í lokáttar fyrir ykkur sem að mistu af þessu. Já, ég grét og látir aftur. Við þökkum kærlega fyrir hlustununa í dag. Pétur, alltaf gaman að vera með þér. Það er bara sömuleiðis, mann. Við verðum mættir hér á morgun klukkan 4, ég og Steindi Junior. Rikki G er mættur hérna ætlar að taka við okkur og verður með ykkur til 9 í kvöld í Fantagýr. Takk æðislega fyrir hlustununa í dag og já, bara áfram Ísland. Þetta er ekki lagi á leiðinni heim, en ég ákvað að lauma Smashing Pumpkins að inn. Það ætla að hlaupa út í bíl og hlusta á þetta leiðinni heim. Herru, sjáumst í næstu. Takk fyrir daginn, sjáumst í næstu og takk aftur fyrir hlustununa. Óvænt útgjöld setja oft strik í reikningin. Hjá Hraðpenningum getur þú fengið lán hratt og örugglega. Við hjálpum þér að brúa bilið. Hraðpenningar.is. Mesta úrval landsins af námskeiðum er í Sporthúsinu. Nánari upplýsingar á sporthúsið.is. Pítan. Hefur þú fengið pítu nýlega? Pítan skipar. Style og Vodafone kynna. Aulinn ég 2. Ég hef verið ráðinn til að bjarga heiminum. Grú og gulu karlarnir eru mættir aftur. Helmingi fyndnari en síðan. Aulinn ég 2. Ég næ þessari mynd aldrei úr heilanum. Frumsýnd 13. september landa. Sólbaðstofan Smart. 3 staðir, 1 númer. 533 33 50. Það er skemmtilegt að taka við lyklunum að notuðum bíl. Ekki síst þegar þú færð hann á góðum kjörum. Ergo fjármagnar það sem upp á vantar til að þú getur keypt þér notaðan bíl. Í september og október er 50% afsláttur af lántökugjöldum. Við aðstoðum með ánægju. Ergo. Ilmur Kristjánsdóttir snýr aftur sem ástríður í stórskemmtilegri gamanþáttaröð þar sem romantíkin svífur yfir vötnum. Það er eiginlega gangið á þér. Ástríður, fyrsti þáttur sunnudag á Stöð 2 klukkan 20:15. FM 95 Blö. Virka daga milli 4 og 6 á FM 957. Vantar þig hágæða fæðubótaefni? Kíktu inn á perform.is. Frí heimsending all land. Perform.is. Fáðu Spotify Premium í síman þinn með snjallpakka. Síminn, verð í sterkara sambandi. Topp tónlistastöðin FM 957.